ef það gervigreind, þá spurning, akkur þetta fá mjög dýra þjónustu kannski ókeypis. Já. Og til dæmis hverju þú veist, Microsoft komið með eitthvað sem heitir Copilot. Já. Og langt flesti viti ekki hvað gengur inn í það. Þú veist, ef þú ert með einhver sem á að hjálpa þér að taka ákvarðanir eða hjálpa þér með hluti, þá þurfa þér að safna gögnum allt það sem þú ert að gera. Nú, hluta þessu eitthvað sem heitir recall. Já. Og recall sem tekur mynd af skerminum á 5 sekúndna fresti. Nú, þetta eitthvað sem þeir höfðu þetta á í byrjun og svo slöktu þeir á þessu og svo núna þetta opt-in sem þú verður að kveikja á þessu en Microsoft stundum daldi með þetta að kveikja á hlutum og þú hefur ekki kveikti eiginlega á þessu ég var nú eiginlega ekki að hugsa það en svo hefur þú kveikt á því en semst hugmyndið þarna að þú ætti ekki að spóla tilbaka og sé hvað þú hefur verið að gera á tölvunni en langar þér til að geta séð á skernum hvað þú varst að gera á tölvunni? Viltu að einhver annar sem láni tölvunina geti hugsanlega séð hvað þú hefur verið að gera á tölvunni? Hluti af því að við viljum nota markaðin og við viljum að félögin okkar séu skráða á markað að það mun koma því einn daginn að Íslendingar átta sig á því hversu verðmætt það fyrir okkur að vera með okkar eigin kauphöll. Þeir eru ert með risastórt lífeyrissjóðakerfi sem telur hátt í 9.000 milljarða síðastir í gáði. Og þú ert á sama tíma þá eru svona, við getum kallað auknar kröfur til atvinnulífsins eru gagnsæi, fólk geti séð hvað félögin að gera, hvert þau er að stefna, hvernig afkoma þeirra og annað. Það rosalega einfalt svarið þessu. Það að hafa fleiri félög skráð. Já, það málið. Við hefum ekki getað orðað betur, þetta það sem við erum að segja hér dagana langa, sko. Og þegar þú ert komin í skráðfélag, því ég hef nú megnið að mínum ferli unnið hjá skráðan félögum, að þá sem sagt, aðhaldið sem felst í því að þurfa að gera grein fyrir rekstrinum á sirka bát 3 mánaða fresti og horfa framan í eigendunar, greinendur og lánveitendur til þess að útskýra málið, hampa sigri eða vera auðmjúkur í ósigri að það rosalega mikið aðhald. Síðan heyrðum við það að það hefði orðið að auka hlutafé hjá Samskipum sem eru þetta hér mikilvægur aðili á þessum markaði. Já, og þeir eru að vísu líka með svona funksjónir erlendis. Já, mikla funksjónir þar, að gera út frá Hollandi. Það eiginlega þeirra bækistöð. Já. Svo náttúrulega líka athyglisvert bara varðandi skipafélagið fyrir utan þetta að þá geta þau verið að lendi í því að þurfa að vera að færa alla sína starfsemi hérna við Reykjavíkurhöfn hjá Faxaflóahöfnum. Þegar ef að Sundabrautin kemur þarna og ýmislegt fleira, þannig búið að reisa hótel og vöruhótel og margt fleira, þannig að maður sér ekki almennilega sko hvernig nú Reykjavíkurborg var nú að byggja eins og við fórum í gegnum daginn einhvern ráðstefnusal sem verður svona Já, mikið salakynni þannig að við þannig að það verið höfnin ekkert að fara þarna sko. Nei. Góðan daginn og velkomin í hluthafaspjallið. Við erum mættir hér að venju, ég og félagi minn Jón G. Hauksson, ritstjórarnir og ætlum aðeins að hlaupa yfir kaupöllina, efnahagslífið og svo fáum við góða gesti hér á eftir. Við ætlum, Jón, sko, við höfum verið svolítið eins og biluplata, við erum aldrei eins og biluplata. Fyrirgefðu, Jón. Þarna eru strax orðnir ósammála. Já. En sko, það þessi stýrivexti sem setja okkur ósjálfrátti inn á ákveðið trakk. Og við auðvitað vissum, ég held að við bara sagt það hér í síðasta þætti að þetta yrði svona ákvörðun, svona no-low, Seðlabanki spila no-low, sem betur fór hann ekki í sko að hækka vexti, en það nú verið þvert á allt ferlið, en ferlið stopp og nú menn að segja að vaxta, sko, við getum ekki vænst vaxta lækkuna fyrir hugsalega bara með haustinu og þetta náttúrulega hlýtur að vera alveg rosalegt áfall fyrir sko bara atvinnulífið, fjárfesta sérstaklega, fólki sem inn í kauphöllinni, það verið að taka af því heilt ár, segi ég, og fyrir auðvitað það, við erum það gamlir, Jón, við erum gamlir að við vitum hvað verðbólgan slæmt viðfáðsefni. Já, það bara og ríkisstjórnin skoraði sjálfsmark og við sittum með Seðlabankinn á fundi sínu núna miðvikudaginn, hann bara sendir boltan á ríkisstjórnina. Hann var ekkert að leyna þessu. Þetta bara ríkisstjórnin sem ber ábyrgð á þessu. Í þetta skiptið, já, þá verður þetta hækkanir opinberum gjöldum sem auðvitað þetta verulegt mál. Það náttúrulega
vextir halda öllum eignaverði niðri, það bara svoleiðis. Já, gera fjármagnskostnað allra heimila og fyrirtækja. Við erum búin að vera að tala um þetta hins vegar nokkuð lengi. Já. Það bara verðbólga og það verða, og verðtryggingin og vextir mun ekkert fara niður held ég fyrir bara í lok ársins. Nú erum menn að tala um það að allt ferlið sé komið í það ferlið að við getum bara vænst þess fyrsta lagi í haust, ágúst segir einhverju sem við getum svona sagt bara eitthvað sko, en við erum að fá það bara sko núna ofan og annað sko allavega hálfs árs senkun á þessu vaxtalækkunar ferli. Nú ríkisstjórnin eins og þú segir, hún auðvitað að skora ákveðið sjálfsmark og auðvitað náttúrulega Daði reyndu nú að koma þessu fyrst yfir á olíufélögin, að þau höfðu ekki spilað með og eitthvað þess áttar, en það líka vörugeldun á bílana sem ræðir og ég segi bara eins og það bara verðbólga í spílunum, verðbólga verður áfram í gangi og ég sé ekkit annað en það að þetta stýrivextir verði bara svona það sem út ársins. Já, það... Og hvað sem mönnum finnst það, Sigurður? En vegna þess að líka að ríkisstjórnin og við höfum áður talað um þetta, ríkisstjórnin og Seðlabankin ekki að spila. Það þýðir ekki að vera með háa vexti, þá verður þú líka aðeins að draga úr útgjöldum, fá afgang af fjárlögum, það samspili sem á að vera. Nei, þarna ferði í verulegu ríkisútgjöld upp á 140 til 150 milljarða. Það stefnir í jafnvel í 58 til 60 milljarða fjárlagahalla þegar upp staðið, svona samkvæmt ákveðnum svörtum myndum. Þannig að það þýðir ekki að ætla að vera nániðu verðbólgu og keyra svo á auknu ríkisútgjöldum. Það í hagfræðin það bara þannig að ríkisútgjöld, þau verðbólgu, fjárlega halli og aukin ríkisútgjöld, það er til þess að búa til þenslu. Men samkvæmt Keynes hagfræðinni, þá ferðu í því að það kemur kreppa, þá ferðu í að auka ríkisútgjöld. Ef að það komin mikil þensla, þá dregur þú úr ríkisútgjöldum og þú hækkar líka vextina og reynir þá að koma verðbólgunni. Eitt þessum að þú segir með verðbólguna. Ég skrifaði á sínum tíma ritgerð, ritgerð það var olíuverði 1973 og aftur 1979. Þá var 8-9% af öllum innflutningi til Íslands var olía. Og þegar olía verði hækkað, svona, þá héti þetta bara olíukrísa og hún var allan heim. Nú miklu minna flutt, nú þetta hlutfall miklu minna sem við erum að tala um. En það breytir því ekki, það hefur ekki verið neinn innflutt verðbólga. Nei, krónan... Og krónan hefur verið stöðug síðustu 3 ár síðan. Já, hún bara mjög stöðug og þar hefur Seðlabanki staðið sig vegna þess að hann hefur gripið inn í. Hann hefur bara gripið inn í og stýrt svona að talsöruleiti. Hann hefur haldið utan um það. En það eitt sko í Seðlabankin, hann náttúrulega bara segir í nýjustu peningamálum að afkoman kunna verða verri bæði uppgjörið á síðasta ári og þessu ári. Hjá Seðlabankunum sjálfum? Nei, hjá ríkissjóði. Já, það bara þannig að... Hann er raun og verið að benda á það, kannski talar varfærnislega, en við erum að fara að sjá verri afkomu en ríkisstjórnin hefur verið að kynna. Konráð Guðjónsson var hérna hjá okkur daginn og hann ræddi þetta, hann fór í gegnum þetta og það sem meira var að hann sundurliðaði hvernig þetta fjárlagahallinn muni aukast, hvaða sem að býr til fer úr 28 milljörðum í jafnvel 58 til 60 milljörðum. Þetta bara staðreind, það horfa allir á þetta tekur í hjá ungu fólki sem að borga afborganir og öllum þeim sem skulda, þetta tekur í og þetta líka huglægt. Það að það sé verið að berjast við verðbólguna, setja það upp sem megin kosningalofvörð og það tekst ekki á einu ári, þetta smitar út frá sér vegna þess að væntingar, núna þegar væntingar eru það að vextir verði út árið, væntingar eitt stærsta hugtækið í hagfræðinni. Þannig að þetta hefur svona sálræn áhrif líka. Talaðu það, ef ekki að fá upp hérna eina mynd sem var nú bara að skoða Hagstofuvefinn
og þá kemur þar myndum sko nýskráninga fyrirtækja í fyrra og gjaldþrot og það bara, sko, ég ekki að segja að bera að lesa eitthvað stórkostlegt út úr þessu, en samt þannig að nýskráningum fækkaði á síðast ári, ekki verulega, en gjaldþrotum fjölgaðu fjölgaðu 13%. Þetta hefur ákveðin áhrif á fjármálastofnanir þegar uppi staðið. Við vorum að ræða það hér í síðasta þætti að það voru kannski farin að detta fyrirtæki inn til þeirra. Já, í fangið, þau vilja alls ekki yfir. Að sjálfsögðu ekki, og það er náttúrulega einhver þá afskriftaþörf þeirra og hvað og hvaðina. Förum eitt í þetta, ég var að tala um olíuinnflutningin áðan, hann hefur verið 8% og þetta verið, á þessum tíma þá var óðaverðbólga í kjölfærið á þessu öllu. Og ég vildi líka fá að segja það að verðbólga, það var það sem ég var að reyna að segja, hann fór eitthvað til hliðar, að langtíma verðbólga, hún býr til það sem heitir minni hagvöxt. Það er hægt að rekja það í gegnum hagfræðilegt ferli að aukin að þegar þú ert með verðbólgu þá mun það, ég tala ekki í öllum heiminum, þá dregur það úr hagvexti. Þannig að það er líka vandamálið. Já, hún eyðilegginga krafti verðbólgarinnar þetta sko ég er að veltaði fyrir mér hvort að ég var að velta, sko hvort við nú sleggjan úr sögunni og verðmætasköpun á hausti sleggjan er orðin brandari og hvort við þurfum bara að fara að ræða það, vesældar vísitöluna hér reglulega sem hinn þú sendir mér þetta áður við byrjum í þetta vesældar vísitöluna það er samanlög sko prósenta verðbólgu og atvinnuleysis og hún er núna mælist núna það bil 9,4% og það er ekki gott þegar hún er komin upp í Hvar fyrstu þið? Þetta eru bara þekkt hugtak, menn notuðu þetta mikið í stjórnmálunum í Bandaríkjunum og það voru kannski stundum eftir attökum notuðu fleiri hugtök undir þetta. Þannig er það talað þessi tveir þættir. Já, að vísu kannski stagflation er þá í neikvæðum hagvexti og reynda við getum sagt að Seðlabankinn taldi sig sjá betri hagvextahorfur en það hafði verið að horfa til áður. Það hafa bara verið búsifjar, það hafa verið og það er á vissan hátt óáran í orkugeiranum, það er óáran í álverinu, það er vonandi alltaf að fara í gang. Nú það er náttúrulega, við vorum hérna með Kristoffer Oliversson sem er formaður hóteleiganda. Hann segir bara beint út, vetrartrafikkin hefur verið miklu minni, við sjáum það bara líka til dæmis á flugluðum og Æsland er alltaf ég nú að segja að þeir voru nú með uppgjör í gær með tekjur yfir cirka 230 miljardar en þeir eru að tapa 2 miljardum á síðast ári. Þetta segir okkur en Æsland en síðast ári Við varum jákvæði viðbröðin í Kauphöllinni í morgun við þessu 5% en það hafa verið náttúrulega undir sko útbóðsgenginu hérna einum sem hvattir marga stað hér á sínu tíma og alltaf og það er náttúrulega mjög slemmt þegar mjög lengi undir útbóðsgenginu einum það er líka annað þessu að þá er allt inn í félagið og við leysir það upp þá er það meira virði en sko það er á markaði. Heyrðu, mér langaði bara að segja það að stóra vandamáli með Íslandi er Eimskip og flutningakerfið á Íslandi. Það er náttúrulega þessi frétt í mokkanum losunarheimildirnar. Þetta er náttúrulega ótrúlegt mál og ég setti þetta upp þarna að kostnaður við kaup á losunarheimildum er að 5-faldast samkvæmt viðskiptaráði núna í vikunni úr 5,5 miljónum Siggi í 27,8. Þetta er nánast 6-földun og ég meina þetta er bara út úr hagkerfinu þetta er út úr hagkerfinu sérðu ekki, sko allt í einu við erum að tala innflutta verðbólgu, það er engin fyrirtæki á Íslandi sem að þú eru bara að segja þig frá þessu reglum þú að fá alltaf upp myndina hjá þessi mynd kom nú frá viðskiptaráði og ég meina þeir eru þetta eðlilega benda á að þetta sé bara mikið áhyggjuefni 27,8 miljónar og 5,5 maður velti fyrir sér þetta sko bara verður þessi lest ekki stoppuð ég meina þetta er frábær spurning verður þessi lest ekki stoppuð ég meina sko erum við bara dæmt til þess að fara þessa leið ég meina við höfum verið að horfa á að þetta er farið að líta afkomu stóru flutninga og samgöngufélagana okkar við verandi hér á eyju út í Ballarhafi og þá er Icelandair ég meina það kom nú í gjaldþrot play kom bara 1 milljarðs króna krafa út af þessu og hérna við fórum í gegnum það og það er ekki, þeir hafa komin þessi kraf upp á 1 milljarð var komin á gjalda og við sjáum að Eimskipafélagi við náðum ekki að ég meina
við sjáum að það er bara, hafa verið langvarandi erfileikar hjá Eimskipafélaginu. Já, sérstaklega á síðast ári. Já, og þetta hefur verulega áhrif á það og nú síðan heyrðum við það að það hefur orðið að auka hlutafé hjá Samskipum sem eru þetta hér mikilvægur aðili á þessum markaði. Já, og þeir eru að vísu líka með svona funksjónir erlendis. Já, mikla funksjónir það að gera út frá Hollandi. Það er eiginlega þeirra bækjustofu. Já. Svo náttúrulega er líka athyglisvert bara varðandi skipafélagin fyrir utan þetta að þá geta þau verið að lendi í því að þurfa að vera að færa alla sína starfsemi hérna við Reykjavíkurhöfn hjá Faxaflóahöfnum. Þegar ef að Sundabrautin kemur þarna og ýmislegt fleira, þannig búið að reisa hótel og vöruhótel og margt fleira, þannig að maður sér ekki alveg sko hvernig hérna nú Reykjavíkurborg var nú að byggja þarna eins og við fórum í gegnum daginn einhvern ráðstefnusal sem verður svona Já, mikið salakynni þannig að við sjöta það verið höfnin er ekkert að fara þarna sko. Nei. Erðu, rétt í lokin stóra félagi sem var Alvotex sem var stærsta félagi í Kaupellinni að það hefur lækkað 65% á síðasta ári sem og þetta er náttúrulega þetta endurtekið vonbrigði og ég sá það eitt Kólaplast sem keypti Kerecis danska félagið og frábært félag Kerecis en þeir eru að lækka áætlanir sínar tekjur af Kerecis vegna stjórnvalds ákvarðana í Bandaríkjunum sem sýnir það, ég ætlaði bara að tengja þetta saman, sem sýnir það hvað við erum í viðkvæmu ástandi með kannski félag sem við heldum að væri bara frábæra vörur sem að ég held að Kerecis sé með og ég hef enga ástæð til að ætla annað en Alvotex sé líka, en sýnir að bandaríski markaðin er bara svolítið viðkvæmur að þessu leiti fyrir stjórnvaldsákvörðun núna og ég hef orðað það hér áður að Trump hefur ekki alveg klára það hvað hann ætlar að gera með lyfjafyrirtækin, hann er náttúrulega búin að vera að taka á svissnesku fyrirtækjunum, settur 39% tolla á svissarana og hann hefur talað um það, hann vilji lækka lyfjakostnað til almennings í Bandaríkjunum. Og það ætlar hann að gera með því að taka á þessu lyfjafyrirtæki. Þá náttúrulega þýðir það að þá verða, ef hann ætlar að lækka lyfjakostnað, þá þýðir það náttúrulega tekju lyfjafyrirtækja verða minni og það má ég segja að Kerecis sé svona innan gæsalappa lyfjafyrirtæki. Það er í lækningavöru. Í heilsugeirunum. En þeir byggja á svipuðum konsepti varandi tekjumódelis, það er tryggingafélög og sjúkrasamlegu þannig vestra sem borgar. Kannski eitt í lokin, áður bara rétt að það er við byrjum á verðbólgunni sem var eiginlega stóra fréttin. Nú atvinnuleysi komið upp í 5% svo ég var og það er bara cirka 12.000 manns í gangi. Og þá vesvelda vísitalan hún á aðeins eftir að hækka. Nú og svo kemur viðskiptaþing og þá er það náttúrulega brotin hefð í áratugi að forsætisráðherra mætir þar ekki til þess að tjá sig og þar eru menn allt inni farnir að ræða það að hvað veldur því að hún vil ekki koma. Mér fannst hún vera með frekar auma skýringu í blöðunum í gær eða fjölmiðlum í gær að það þyrfti að velja að hafna og það væri svo mikil eftirspurn eftir og hún talaði hér og þar og hún væri búin að vera hjá iðrækjöndum og víðar. En þetta er svona eins og var hjá Jóhann á sínum tíma þegar hún var hjá henni var þetta nú policy statement það mæti ekki á viðskiptaþing. Er þetta ekki líka policy statement? Já, þú segir það, Jón. Ég fræti ekki við þig. Ég ætla bara að fá að segja þér það strax að mér finnst þetta bera lykt að því að hún þor ekki lengur að ræða efnaðarsmál á opinberu vettvangi. Ég skal ekki segja það. Mér finnst þetta allavega, ég held að það væri betra hún mætti. Auðvitað bara hún mætir og hann allt upp á borðinu og segja bara ef við höfum ekki náð nægilegum árangri. Sjálfur að ræða við viðskipta af atvinnulífið. Ég segi það nú, að hún gerður ekki svo. Er þetta ekki loka orðinni á okkur? Við eigum von á góðum gestum. Já, og hann er mættur í hús. Takk. Já, sæl aftur. Til okkar er komin góðu gestur, Ásgeir Reykjörð Gylfason, forstjóri Skeljar. Vertu velkomin Ásgeir. Takk fyrir það. Þú varst að koma uppgjör í gær og svo varst þú náttúrulega að kynna þetta fyrir fjárfestum í morgun og hvernig svona er uppgjörið að fara í þig og aðra? Uppgjörið fer bara nokkuð vel í mig sko og mér sýnist nú allan að viðbröðu markaðins morgun bara vel í markaðin. Þetta er svona ár sem að ég held að sé sanngjarnt að lýsa þannig að árangurinn var töluvert betri heldur en sko afkoman og þá meina ég út af því að sko við erum með arðsemi eigin fjár þarna upp á rúm 10% á árinu en seinni part ársins erum við með það byrja 25% arðsemi
Það sem gerist á árinu í raun og veru svona að mörgum af þeim markmiðum sem að við höfum verið að vinna að í sumtilugum nokkur ár, við erum að ná þeim og það þá annars vegar að sem sagt, fyrirtæki sem að við höfum verið stærsti hlutafinn í eða þar til nýlega sem heitir Styrkárs og þjónustu fyrirtæki við uppbyggingu á atvinnuvegum og innviðum, að það svona orðið full mótað í desember á síðasta ári og tekur þá ákvörðun í janúar á þessu ári að byrja að undirbúa skráningu í Kauphöll sem verður á öðrum ársfjórðungi á næsta ári. Þannig að það svona kemst í mjög góðan farveg, en var svo sem í mjög góðan farvegi fyrir. Og síðan sameinuðu við orkuna, löður, lyfjaval við Samkaup og úr því hefur orðið verkefni sem að við félagið fékk nafni Drangar sem bara mjög stórt fyrirtæki á íslenska mælikvarða og snertir alveg ótrúlega fjölda fólks á hverjum degi. Það eru yfir 60.000 afgreiðslur á þessu fyrirtæki á dag, en þarna undir eru sem sagt orkustöðunar sem allir þekkja eru Bleikar, löður sem bílaþvottastöðunar, lyfjaval sem eru bílaapotek fyrst og fremst og síðan samkaupsverslanar sem eru Netto, kjörbúðin, krambúðin. Þarna undir 10, 11, Extra og fleira og við tilkynntum í gær, eða semst félagi tilkynnt í gær og skil í morgun að það náð samkaup við alþjóðlegu keðjuna Spar að allar þessar þægindaverslanir verða orðnar Sparverslanir í árslok 27 og við byrjum vonandi, að þau byrja vonandi bara mjög fljótlega að opna Sparverslanir hérlendis og síðan sigta í gegnum 40 þægindaverslanir sem að þá orðið nokkuð þétt net af Sparverslunum. Þægindaverslanir, það hvað, aukin opnunartími? Já, þetta eru svona búðirnar, þú kannski ferð ekki heimilsinnkaupin endilega í svona búðum en þetta búðin í hverfinu, þetta kaupmaðurinn á horninu, hann bara orðin þessum gæja. En hvað þurftu að uppfylla til þess að fá þetta Sparmerki? Sko, Spar risastórt, þetta eru Íslendingar þekkja þetta og ferðu þú færði þetta merki ekki nema þú uppfyllir ykkur skilin. Já, þú sækir sko aðild, þetta í raun og veru eins og kaupfélag, þetta stofnað fyrir tæplega 100 árum í Hollandi. Já. Og og í dag eru Sparverslanir í tæplega 48 löndum, 4 heimsálfum. Og hvort þetta sé ekki 48 eða 50.000 búðir sem undir þessu merki. Já. Og ofan á það að þá verið að þjónusta það bil 14 milljónir manns held ég á hverjum degi. Þetta eru búðir sem sagt, og nú ætla ég að sletta aðeins að þau kynna sig sem global yet local. Þetta gengur að þú starfar á alþjóðavísu en með staðbundnum aðlögunum. Sko þetta líka til eitthvað sem heitir Think Global. Já, Act Local. Já, það kannski það sem við erum líka að tala í þessu. En útlendingar munu þá náttúrulega þekkja þetta þegar þeir komið til Íslands. Já. Það kannski það sem þeir eru líka stílinn á, ekki bara Íslendingar, en að þetta sé þægindaverslunin. En þetta þá 10, 11 hvað kjörbúðunar? Þetta eru kjörbúðunar og krambúðunar og svo náttúrulega eru 10, 11 verslanir líka. 10, 11 verslanir hafa gengið bara ágætlega. Já, það er að gert það. En það líka ekki síst af því að þar eru túristar og verðlagið hefur verið svona í harrikantinum miðað við lágur verðsverslanir. Það hefur bánað svo krónuna og útlendingarnir þekkja þetta því að þetta klukkubúð, þeir vita hvað það þýðir, en kjörbúð og krambúð þeir eru kannski ekki alveg eins og meðvitaður það fyrir þeir eru búin að keyra hringinn. En kjörbúðin og krambúðin eru út all land í þéttbýliskjörnum og ferðamannastöðum og við viljum sko hafa þetta þannig að þegar að ferðamaðurinn kemur og þá sérstaklega evrópski ferðamenn þá munu þeir þekkja Spar. En það alveg annað sem við fáum með þessu líka. Við höfum verið að sko kjörbúðunar eru svona almennt stærri, krambúðuna minni og krambúðunar hafa kannski svona frekar áttundir högg að sækja, rekstur kjörbúðuna hefur bara verið ágætur. En við viljum á sama tíma sko það sem við fáum frá Spar til dæmis
uppstilling og útlit og innrétti eða svona innvolsið í verslunum. Menn þekkja það. Já, þannig í staðin fyrir að þurfa að fara út all land, finna nýtt brand og og spá í því hvernig 40 verslanir eiga lítið út, að þá förum við raun og veru og náum í manuálinn frá Spar og komum þessu strax í það sem að við teljum allána að sé mjög líkt alþjóðlega bestu framkvæmd. En byrju, hafið eitthvað að gera í Festi og Bónus og Haga? Þeir eru búin að koma sér fyrir á markaðunum, voru að skila 6 milljörðum í gær, sá ég var Festi. Já. Hvað ætlið að keppa við á eiginlega? Sko, hvernig ætlið að nota prís eða ætlið að nota netto? Hvað ætlið að berjast við Bónus? Já, það áhugavert þú spyrir sko, og þú ert ekki fyrstur. Nei, örugglega ekki. Ég meina, fjárfestarnir lótu vera að spyrja þessu. Já. Er að fara að kaupa hjá okkur og því að teikna svakalega stórt fyrirtæki. Já, við erum að gera það. Sko, það er náttúrulega augljóst að drangar í dag eru aðeins minni heldur en Festi og Hagar. En það markaðsverðið cirka 25 miljardar er það ekki? Jú, cirka bát. Enterprise value eru 48 miljardar. Já, en versus sko markaðsverðið Festi og Haga eru þetta. Já, og ég meina í dag er sko, þú veist, það verður svolítið að skilja á milli sko, að þú veist, við erum að setja inn í þessar grúpu, erum við með orkuna og orkan er rosalega vel rekið og arbært fyrirtæki. Já. Við erum með Livia Val sem að svona, við getum sagt, challengerinn á lyfjamarkaðnum. Bílaapotekinn. Já, bílaapotekinn sem að hafa mælst mjög vel fyrir. Og síðan erum við að taka við, inn í þessu grúpi eru þau að taka við samkaupum sem að hafa einfallega ekki gengið vel. Nei, og setið eftir frá svona cirka bát árinu 2000 í fjárfestakynningun okkar í morgun, að þá sýni ég þarna mynd hvernig helstu hlutföll milli þessara samkeppnisaðila þriggja þróuðust yfir 5 ára tímabil og það er svona framan af að þú veist til að mynda árið 2020 er ekkert mikill munur á Festi og samkaupum í matvöru sko. Hann er eiginlega bara frekar lítill og síðan byrjar raun og veru sko Festi og Hagar að vinna á meðan samkaup hefur svona verið í kringum 40 miljardar veltu yfir þetta tímabil. Með sameiningu heimkaupsverslanana þá færist þessi velta upp í tæplega 50 og það auðvitað sko yfir þetta tímabil er einnig augljóst að launakostnaður sem hlutfall er cirka bát 9% yfir tímabilið hjá Festi og Högum á meðan hann er 14% hjá samkaup. Þannig að það er bara rekstra hagræði hefur ekki verið náð fram þar. Annar áhugaverður punktur er að bæði Festi og Hagar hafa verið með birgðadagana sína svona undir 30 sem er ágætis viðmið í þessum rekstri yfir allt tímabilið á meðan að þeir fara vaksandi hjá samkvæmum. Þannig veldur það núna? Já, í raun og veru. Já, og þetta náttúrulega þýðir að fjárbinding var meiri yfir þetta tímabil hjá samkaupum og síðan náttúrulega er sko EBITDA hlutfallið sem að þú veist það er svona sambarilegt hjá Festi og Högum á meðan það er yfir tímabilið svona þá er samkaupa elta og svo svona byrjar það að víkja frá upp úr 2022 þá verða ákveðna áherslubreytingar hjá samkaupum, það er farið meira það lögð meira áherslu á tækni, heimsendingar, netverslun, það er skipt forstjóra og svona og félagið í raun og veru er að kljást við þessar áskorunir svona þanga til að upp úr sem sagt, í byrjun síðasta árs að þá sem sagt, fara þessar viðræður aftur á stað eftir að hafa lokið þannig í október árið áður og enda síðan þannig að þessi samruni á sér stað og þegar að samruni á sér stað þá sögðu við að við teldum að það var eftir að hagræða í þessum rekstri 3 milljarða á ári og við höfum haldið mjög svona nákvæmt bókald þessar aðgerðir og það er þegar komnar fram hagræðingar aðgerðir í þessum rekstri upp á 1930 milljónir og við vonumst til að það verði meira og nú ef okkur gengur svona áfram og við náum til að mynda með, við getum sagt, vörumerkja súpuna að þau eru þá orðin 3 sem eftir standa. Já, við erum búin aðeins að mikka, fækka. Já, og þá náttúrulega færðu sko svo margt sem kemur með þessu. Í huga neytandans
eru þessi vörumerki ágætlega staðsett. Við erum auðvitað að sjá hvernig verðum með Spar en Netto stendur fyrir, þú veist, það eru stærri verslanir, það er í þéttbýliskjörnum, það er mjög gott úrval, það er góð þjónusta og þetta er svona búið að vera til lengi. Prís er kannski svona, það er aðeins önnur skepna, það er bara loforðum að þar sé lægsta verðið. Já. Og okkur félaginu hefur tekist að halda þið þannig núna í 18 mánuði samfellt. Með hagnaði þá? Það er ekki hagnaður á rekstri bílstofa. Því það meira lágt verð. Já, þú veist, við erum hins vegar að hugsa það eins öðru síð, þú veist, það er fórnarkostnaður við að byggja. Það er náttúrulega nýjar til þess að gera. Já, það er náttúrulega bara ein í dag og við sjáum síðan fyrir okkur að þeim fjölgi. Það fjölga þeim mikið á næsta ári. Við hefum ekki gefið upp nákvæmlega tölu á því en til þess að prísbúð gangi að þá þarf verulega mikla trafík, þannig að það er þá fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu eða í öðrum kjörnum sem að geta boðið upp á mjög mikla trafík af fólki. Ég held að við höfum ekki rætt neitt fyrirtæki sem ekki skráð jafn mikið og Dranga í spjallokkar og sem að auðvitað lýsir ákveðni eftirvæntingu og fyrir því að þetta félag sé að koma inn á þennan mjög svo harða samkeppnismarkað og sem að skiptir íslenska neytendu gríðarlega miklu. Þannig að auðvitað er þetta mjög áhugaverð áform. Ég held að sé liggur við að sé samfélagslega mikilvægt að séu til þessi samkeppnum, svo höfum við oft rætt að við erum Jón Ásgeir í eigendahópnum er náttúrulega maður sem þekkir þetta glöggt. En þetta skref ykkar núna með Spar, þú nefnir erlenda viðskipti, skipta þeir orðið svona miklu máli á matvörumarkaði bara ferðamennir? Já, það er fylgst með því innan fyrirtækisins hver velta er semst á erlendum kreditkortum og þar alvegandi leitt út frá því hvað eru margir ferðamenn að eiga viðskipti við samkaupsverslannar og orkuna og þetta skiptir verulegu máli. Eru þið þá nálagt hótelunum alltaf? Nei, ferðamenn eru náttúrulega líka bara á ferðinni, sko. Jú, en það eru oft sem, já, það er alveg rétt. Og þú veist, ég efast ekkit að þetta sé gert hjá samkeppnisaðilunum líka, sko. Og en auðvitað, þú veist, ég meina að það verður bara að vera, sko, hreinskilin með það. Við erum á ákveðinni vegferð með þetta verkefni og það verður ekki þannig að það fari nákvæmlega eins og við segjum en hingað til hefur það farið nokkurt veginn eins og við áætlum og það verður heldur ekki þannig að þú gerir þetta allt á einu degi og sennilega nærði að ná þessu á svona kannski 1000 dögum og við höfum, félagið hefur brotið verkefnin upp þannig að það hefur verið að vinna í svona 90 dagar lótum og við erum að sjá til dæmis í svona völdum nettóverslunum sem er búið að taka í gegn og sem eru komið aukin opnunum tíma annað, þar erum við að sjá tölvöld mikla söluaukningu en þú veist, það verður alltaf falla saman, sko, þú veist, það eru, þú veist, Festi og Hagari eru rosalega vel rekin og öflug fyrirtæki leita á góðum stjórnendum, þannig að þessi samkeppni verður ekki auðveld, sko, þú veist, en ég held að landsmenn hljóti nú svona að fagna því að þeir hafi þá allavega 3 góða möguleika í staðan fyrir 2. Síðasta ár hefur ábyggilega verið sko svona miklar áskoranir. Við höfum verið að ræða náttúrulega aftur vaxtastig í landinu og verðbólguna sem að þið þetta ykkar félög eru næm fyrir, gerir ég ráð fyrir. En þið eru með þetta verkefni að þið ætla að setja út 2 félag í skráningu 2027 ef ég skilja það rétt. Já, mikið rétt. Það er ekki mörg félög sem eru með 2 félög sem ætla að skrá. Þetta er... Nei. Það eiga svo í Kaldalóni. Já, við eigum... Þá verður þetta skel og svo pluss 3 félög sem eru í rauninu skráður. Já, þetta er í raun og veru, sko, og svo er þetta náttúrulega í ofunalag eigum við þarna góðan hlut í Skaga. Og þannig að við erum 8% þannig að eignasafnið hjá okkur er svona búið að taka á sig mynd þú veist, þegar að ég kem að þessu á kollegum mínum að þá erum við raun og verið að díla við sko gamla skeljung sem hafa verið skipt upp og núna erum við þá búin að koma öllum þessum verkefnum í ég myndi segja svona á teinana, það er nokkuð við ljóst hvert þau eru að fara, það liggur ekki alveg nákvæmlega fyrir hversu hratt
Þú ert að tala styrk á svolítið Já, ég er að tala í raun og styrk á Stranga, Kaldalón og Skaga, svo eigum við þetta aðra reiknir og þetta eins og inn og í Belgíu og fleira. Við erum alltaf með hlut í stöð 2, 10%. Já, við hefum 10% hlut í sín. Sín alltaf við erum svo gamlir hérna, við erum að tala Við erum í vörumörkunum. Já, ég hugsa símfyrirtæki. En hvað rekur ykkur áfram að fara svona í hennar matvörumarkað? Er það bara í rauninni, er þetta áhuga aðaleigandans, Jóns Ásgeirs eða hvað er eftir svona mikla slægjast þarna? Sko matvara á Íslandi vegna fólksfjölgunar hefur raun og verið vaxtagrein sko. Það er búið að fjölga svo ótrúlega fólki inn á Íslandi að það hefur bara verið mátulegur raunvöxtur í matvöru á Íslandi yfir 10 ára tímabil og bæði íbúum og ferðamönnum. Já, íbúum og ferðamönnum. Mér minnir og nú var maður náttúrulega ekki að vera svona skjóta frá mjöðminni í viðtali sko, en mér minnir þetta séum 2,9% á ári. Og það er auðvitað öðruvísi farið þegar þú ert í ríkjum þar sem að ekki er sko vöxtur í mannfjölda en þú veist hver maður sem staddur er á Íslandi þann daginn hann mun borða eitthvað sko þannig að og ef hann er að hreyfa sig eitthvað þá mun hann örugglega setja orku á faratæki sitt og og ef hann gerir það þá þarf hann að þrífa það. Þannig að þið eru farin að hugsa sko það er fæði klæðu og skjól Inga Sæland hefur eitthvað verið að ræða með þetta en þetta er þetta mjög þekkt úr hagfræðinni sko að þetta eru frumþarfinnar, þetta er þarfapíramídin sko Maslow og þannig að þið eru í fæði þið eru ekkert að selja inn föt en Jón Ásgeir var nú svona bara lítið á hans en trendsettir í gamla dag. Það er nú ekki rétt hér sem ekki selja föt, við eigum 50% hlut í inn og í Belgíu sem að selur föt og ylvöft fyrir það byrju 350 milljónir evra á ári. Það er bara svona. Það er svona sirka bát, þú veist, það er ekki til nákvæma tölur þetta en þetta er hátt í helmingurinn af því fæði, klæði og skjól og þá er það og ylvatn og eldsneyti og fæði, klæði og skjól og ylvatn og eldsneyti þannig að þetta er nú svona þetta er svona þessi keðja Við horfum ekki á þetta eins og þá er ég að tala um skil, við horfum ekki á þetta eins og keðju, við erum að taka í raun og veru verkefnin og við erum að breyta þeim í sjálfstætt starfandi fyrirtæki. Þú veist, það er stundum svona miskilningur finnst mér. Eru þið það búin að skilgurinn ykkur sem umbreytingar félag? Takið við félugum og gerum það betri? Já, að því að við teljum alltaf. Það er ykkar hlutverk. Já, það er okkar hlutverk. Það er að koma auga á fyrirtæki eða geira þar sem að við teljum að eitthvað megi betur fara og þá kaupum okkur inn í þau fyrirtæki og við erum það sem er kallað aktífur fjárfestir. Já, þið vilja hafa áhrif. Þú veist, og ef við horfum bara yfir sviðið, sko, þá í öllum fyrirtækjum þar sem við eigum stóran hlut, nema sín, að það er aðili sem er þá nátengdur okkur eða ég sjálfur í stjórn. Þið ekki með neitt fulltrúa í stjórn? Nei. En nú Jón Ásgeir átti náttúrulega í sín. Já, og þau hjónin 365. Til máls til ykkur að tillögur og hann til málanna leggja varðandi rekstur sínar vantanlega. Já, hann þekkir allavega fjölmiðla hlutan betur en flestir, býst ég við. Heyrðu atvinnuhúsnæði, Kaldalón, hvernig metur það? Er eitthvað hái vextir og er svona er allir að borga leiguna sína? Já, það greiði allir leigu í samræmi við þær áallanir sem við höfum gefið út. Ég náttúrulega þegar kemur á skráðufélögunum þannig að það sé nú bara sagt sko. Þið töpuðu nú reynda bara á skráðufélögunum sá ég var. Já, síðast ári. Það er nú 800-900 milljónir. Við töpuðum 840 milljónum á skráðu eignunum okkar sem að fóru í uppháðars voru það byrju 9,5 og í loka. Það er ekki bara alveg gengis? Það er bara gengis, þróunin sko. En bara svo að það sé sagt að þá erum við mjög nálagt uppgjörum í Kaldalón og Skaga þannig að ég held mér nú bara við það sem að sem að ég get sagt en uppbyggingin á Kaldalóni hefur verið algjörlega frábær. Ég kem að því þarna bara í raun og veru aðeins áður en ég byrja hjá Skél og það félag er búið að vaksa gríðarlega, það hefur verið ofsalega vel rekið undir forystu Jón Þórs frá upphafi. Allir hefðbundi mæli kvarðar og rekstur fasteignafélaga falla mjög svo vel fyrir Kaldalón samborðið við önnur félög og núna eru við bara komin á þann stað að á minnir mig 4. ársfjórðungi síðast árs að þá sem sagt er
Kaldalón hlutskarpast í sölu á þeir verið að selja og leysa upp FI fasteignir og selja fasteignasafnið úr FI fasteignafélagi sem fasteignafélagi sem að lífeyrissjóðunni stofnuðu upp úr held í 2012-13 eitthvað svoleiðis og Eru þið með hlutað því safninu? Við erum Kaldalón er með kaupsamningi í gildi og það eru áraðanleika kannir að klárast og mun við það Hvað er þetta mikið? Þetta eru 25.200 fermetrar í ofanalag og það myndi þýða að safnið hjá Kaldalóni ætti að vera svona upp úr mars, apríl, eitthvað svo leiðis þá er það orðið 170.000 fermetrar. Það er stækka heldur betur. Já, það hefur gert það. Hvernig húsnæði þetta þá? Sko Kaldalón er öðruvísi en... Er þið bæði með atvinnuhúsnæði og íbúðir? Nei, engar íbúðir. Og það er, Kaldalón er ekki mikið í því sem maður myndi kalla fasteigna þróun, þótt að gera það alveg, sko. Þú veist þá er Kaldalón ekki í því að kaupa stóra reiti og byggja þar einhverja byggingar sko, og koma sér inn í vinnu. Við höfum lagt áherslu á það að kaupa tekjuberandi eignir eða eignir sem við sjáum fyrir okkur að sé mjög fljótlegt að koma í vinnu og félagið er sko með töluvert öðruvísi eigna samsetningu heldur en hinn fasteignafélögin. Hlutfall skrifstofuhúsnæðis hjá Kaldalóni er hverfandi í safninu. Þetta eru hótel, verslunuhúsnæði og þá í raun og veru verslunuhúsnæði við stofnbrautir og síðan það sem maður myndi kalla svona léttur iðnaður. Það er mikið iðnaðarhúsnæði hjá Kaldalóni. Hver aðeins það þá? Hver á húsnæði sem Netto er í? Er það átti kaupfélagið í Suðurnessi eða Netto sem var aðaleigandi samkaupa kaupfélag sem átti í samkaupum sem átti í Netto. Hver á þetta húsnæði? Sko húsnæði sem að verslanir samkaupa er í sko stærsti leigusalinn er KSK eignir sem er í raun og veru kaupfélagið. Og þeir eiga þetta húsnæði þá áfram? Ekki allt saman, fjarri því sko. Það eru líka bara stóru fasteignafélögin og aðrir sem eiga þessi húsnæði sko, bara eins og gengur sko. Já. Hvar sérðu þig vera, eða ekki þig kannski, en líka, en hvar sérðu skil vera svona eftir 2-3 ára? Ætli það að vera, hvað ætli það að stækka mikið eða vaksa mikið? Sko, ég horfi mikið meira á þetta sem sko hlutverk og verkefnadrifið. Þú veist, hvert hlutverk félagsins hlutverki að koma auga á í raun og veru þessi tækifæri eða verkefni og vinna mjög ötulega að þeim með stuðningi við stjórnendur þessari fyrirtæki eða annara hluthafa. Við eigum í samstarfi við hluthafa í öllum félögum sem við erum í og við aðra hluthafa þá og við stöndum þétt við bakið á stjórnendum sem við teljum á hverjum tíma að vera mjög hæft fólk og reynum að vinna með þeim sem virkir eigendur. Og síðan það í raun og veru bara spurning sem á að svara síðar sko hvort og hvenar þá menn selja svo út og hefja önnur verkefni. Skil ekkert að selja neina þjónustu eða neitt slíkt. Þið eru náttúrulega umbreytingar félag. Ef að þið eru búnir að ná ykkur markmið þá hljótið að fara þá að leita að öðrum verkefni til þess að umbreyta þeim. Ef það er hugsunin hjá þér. Já, en þá þarf það náttúrulega að gefa þér að það sé sko í það minnsta jafngóður fjárfestingakostur úti. En ef þú finnur það ekki þá náttúrulega selur ekki bara ganniðinu. Nei, það er náttúrulega verður verkefni að koma félögum inn í skráningu í kaupöllinu og vinna hæft til þess. En svo líka eins og náttúrulega víða það menn eru líka að taka félög afskráðu ef þau eru metin þannig að það sé verðmæti í því þannig að það kannski við jólfögnuði að slík vegna þess að það sýnir bara kraftmeira hagkerfi og efnahagslíf ef menn eru nálgast verkefnin þá með arðsemi alltaf að markmiði. Það er náttúrulega hinn eina raunverulega samfélagslega ábyrgð sko. Það er að reka góð fyrirtæki sem skila hagnaði sem borgar laun á réttum tíma og borgar skatta. Það er ekki þessi þykka skýrsla sem hinn raunverulega samfélagslega ábyrgð heldur hitt sko. En það eru þetta sko, það fjöldin allur á aðilum á Íslandi í dag sem í sko ekki ósvipuðu hlutverki, þetta sem kallað framtaksfjárfestingarsjóður eða private equity þetta mjög svipað en munurinn kannski liggur í því að
Skel í kaupöllinni og eina slíka fyrirtækið og sama tíma þá engin... Stóðir náttúrulega þarna líka. Þeir eru á leiðinni. Já, leiðinni. Og það myndi vera ekkert ósvipað. Nei, það mjög sambærileg... Við býðum eftir þeim inn í kaupöllina. Það býða allir spenntir og ég vonaði þeim gangi mjög vel. Vel að minnst, hvað eru margir hluthafar núna í Skel? Það 1000, það tæplega 1000. Og sjáum við kannski 2-3 hluthafar þarna núna eftir kannski 1 ára eða 2 ára? Já, ég veit það nú ekki sko. Er það eitthvað markmið hjá okkur að reyna að fá inn sem flesta, allir að auka hlutafé eða hvernig? Ég sé það ekki fyrir mér neitt í náinni framtíð. Auðvitað hluthafanir, nú ertu farin að spyrja mig spurningar sem í raun og veru hluthafanir orðin hluthafamál. Já, ok. En sko ég... Stiltur Jón, stiltur. Já, það er mjög eins og mjög eðlilegt. Hvert eru þeirra stefn? Já, þetta ekki óeðlis. Það grundvallar spurning í hagfræði. Ég alltaf rosalega, ég fylgist mjög vel með sko fjölda hluthafa í félaginu og við höfum svona verið að rokka á milli 800 til 1000 hluthafa hverju sinni og við erum auðvitað með einn hluthafa sem strengur sem eru undir fórustu Jóns Ásgeirs og Sigurðar Bollasonar og Guðnar Rafns sem fer með meiri hluta atkvæði í félaginu og síðan eru þarna bæði erlendi fjárfestar og lífeyrissjóðir og síðan bara í raun og veru íslensk heimili og sambærilegir aðalar sem eiga bréfin. En þú veist, hluti af því að við viljum nota markaðin og við viljum að félagin okkar séu skráða á markað að það mun koma því einn daginn að Íslendingar átta sig á því hversu verðmætt það fyrir okkur að vera með okkar eigin kaupöll. Þeir eru öll með risastórt lífeyrissjóðakerfi sem telur hátt í 9.000 milljarðar síðast í gáði og þú ert á sama tíma að þá eru svona, við getum kallað auknar kröfur til atvinnulífsins eru gagnsæi, fólk geti séð hvað félagin að gera, hvert þau er að stefna, hvernig afkoma þeirra og annað. Það rosalega einfalt svarið þessu. Það að hafa fleiri félög skráð. Já, það er málið. Við hefum ekki getið orðað betur, þetta það sem við erum að segja hér dagana langa sko. Og þegar þú ert komin í skráðfélag, því ég nú megnið að mínum ferli unnið hjá skráðan félögum, að þá sem sagt aðhaldi sem felst í því að þurfa að gera grein fyrir rekstrinum á cirka bát 3 mánaða fresti og horfa framan í eigendunar, greinendur og lánveitendur til þess að útskýra málið, hampa sigri eða vera auðmjúkur í ósigri að það rosalega mikið aðhald og ég held að sko mér fannst til dæmis ráðstefna SF samtaka fjármálafyrirtækja og kauphallanar og fleiri fyrir í lok síðast árs það sem var svona verið að fjalla sænskuleiðina. Ég vona mjög innilega að við sem samfélag förum þarna því ég held að sé betra fyrir alla. Að útskýrða þess að sænskuleið þá? Sko, Svíarnir eru raun og veru með fjárfestingareikninga. Þetta svona ekkit ósvipað eins og við myndum fara þá leið að gera fólki kleift að stýra meira af sínum lífeyrissparnaði sjálfur. En það líka við vonum það svona skattaleg hagkvæmni. Fólk getur mætt tapi til að mynda einstaklega geti gert það líka. Þetta ástæða þess að Svíþjóð með langtum besta sko hlutabréfamarkaðin á Norðurlöndum, jafnvel þótt þú sjáir svona, til dæmis eins og Novo Nordisk var svona sennilega langt þekktasta norræna fyrirtækið langa hríð og örugglega en Svíarnir eru bara með svo breiða þáttöku og það líka áhugavert að skoða að hún yfir allan skalan, skilur, það koma nýsköpunarfyrirtæki á markaðin í Svíþjóð og þau fara bara lóðbeint á markaðin sko. Þannig að það sem gerist þá náttúrulega að fólk sem kannski þekkir ekki einhverja stofnendur eða bankamenn eða eitthvað annað, það getur bara fjárfest í þessum verkefnum frá upphafi og þá noti góðs af því að þetta er það sem að knýr áfram hagvöxtun í hverju hagkerfi fyrir sig sko. Það er ríkt ágætlega undir nýsköpum í Svíþjóð. Ég held að þetta sé nú einmitt gott dæmi sem mætti að vera líta til. Jón, erum við ekki að verða bara... Jú, er það ekki bara? Já, ég held það. Við bara erum spenntir að fylgjast með framþróunni. Ég ætla ekki að fara að spyrja sko þegar maður í körfuboltanum. Nei. En það var svona fyrir ekki merkilegur. Hvað mörg sískinin? Við erum 4. Það Þórdís náttúrulega sem Já, það þekkja hana mjög margir. Og svo á ég bróðir sem heitir Gylfagar og síðan á ég annan bróðir sem heitir Hörður. Já, og þið ólust upp á Akranesi?
Já, við 3 ólust upp á Akranesi og Hörður bróður minn ólst upp í Reykjavík og Hvammstanga og en við sem systkinin sem ólust upp saman, við erum 3. Já, þetta reykförsnafn, hvaðan kemur það þá? Kemur frá afa mínum. Mér skilst að sagan sé nokkurn veginn svona að hann sem sagt elst upp í Djúpinu og bæ þar sem heitir Ármúli, fyrst að við erum nú í Ármúla. Og þau eru svo imponeruð þarna yfir sko að hann Sigvaldi tekur upp nafni Kaldalón að þau taka upp þetta nafn. Þetta er allavega eins góð saga og ég man hana. Þetta er góð saga. Já, vegna þess að Jón von Tessner, afi hans var þetta langaði, segir Sigvaldi Kaldalón. Já. Hann er að koma hérna og er næsti gestur. Frábært. Heyrðu, bara glæsilegt og bara frábært, gaman að fá þig í þáttinn. Kærar þakkir. Takk, svoleiðis. Ok, takk. Komið í sælaftur og velkomin í þáttinn. Hingaði komin góðu gestur, Jón von Tessner, eigandi eða aðaleigandi og forstjóri Vivaldi Vafrans, sem er alþjóðlegur vafri þekktur rauninum allan heim. Velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir það. Ég var nú rétt svona þegar þú varst að setjast, þá var ég reyndar að spyrja það því hvernig að þú hefur bara verið hér á Íslandi í eitthvað tíma og þú sagðir að það væri búið að vera heitar á Íslandi en þetta með sér Bandaríkjunum þar sem þú býrð. Já, það er búið að vera miklu heitara hér og miklu betra veður, eða þú veist, það er reyndar maður hrifinn af snjó. Já, heyrðu, þá ef þú ert hrifinn af snjó, þá náttúrulega viltu þetta ekki, sko. Já, þú veist, það má segja að þú veist, út í Bandaríkjunum núna er búið að vera talsvert af snjó. Já. Og auðvitað gaman að því líka að upplifa alvöru vetur, þannig að þú veist, en hérna er kannski alltaf 20 grám heitara. En hvernig er það þarna í Norri, þar sem þið eru með skrifstofu líka, er snjókoma þar og er vetur þar, alvöru vetur? Það verður svona af og á, sko, en auðvitað getur orðið mjög kalt í Norri, þú veist, það er eitt af því sem ég flutti til Norris þegar ég var 20 og þá þurfti ég að kaupa mér alltaf nýjum fötum. Úlpur og fleira þá? Já, því að þú veist, allt í hennu fóð maður frá það er sjaldan mínusgráður finnst mann í Reykjavík þannig séð. Já. Og mér svo þetta ekki mjög margar en allt í hennu var maður fann að upplifa 20 mínus þarna úti. Já, ég sá þar 40 mínus þarna daginn. Já, það getur orðið mjög kalt og hafa augljóslega verið dagar þar sem hefur verið mikið vetur og núna höfum við það út í Bandaríkjunum líka. Herðu, Vivaldi hvað, 10 ára gamall eða ekki? Já, rúmlega það, já. Hvað staðan eins og hann er þá í dag? Hvernig metur stöðu Vivaldi? Þetta er ekki lengur sprótafyrirtæki, þetta er bara fyrirtæki. Ég líti á okkur sem alltaf sprótafyrirtæki. Þið er alltaf sprótafyrirtæki. Við erum alltaf að vaksa og alltaf miða við hinn fyrirtæki sem við erum að keppa við. Já. Það verður þau þetta bara aldrei mikið stærri. Sumir hafa heyrt Microsoft, Apple og Google. Jú. Þannig að þú veist, þetta er okkar keppinautar en auðvitað staðan er aldrei núna. Það eru margir að leita sér annara lausna. Já. Það er kannski eitthvað sem tengist pólitíkin hérna í heiminum. Já. Að allt í einu er það þannig að fólk er að segja, herðu, kannski er það ekki góð hugmynd að bara nota Big Tech, bara nota þessi forrit frá þessum stóru fyrirtækjum. Já. Það er allt í einu umræða í gangi hvort maður eigi eiginlega að fara frá þeim. Já, það er umræða. Það er umræða sem er í gangi og þetta er umræða til dæmis í Evrópubandalaginu. Já. Að kannski maður ætti að nota minna þessi stóru fyrirtæki. Já. Kannski það sé ekki svo heppilegt að bara nota forrit. En alltaf er þá að setja reglur það hendur? Það meiri sér verið að tala um það. Já, þeir eru að spyrja hvort fólki finnst það góð hugmynd að það kom einhverja reglum sem segir að maður eigi að reyna að nýta evrópsk forrit þegar þau finnast og evrópska lausnir. Og við verðum bara að sjá til hvernig það allt fer. Ég er evrópskur vafri, getum við sagt. Já, við erum og skilgreinu ykkur þannig. Við erum það. Við erum unnir hérna á Íslandi og í Noregi, höfuðstöðarnar er í Noregi og ég meina mikil vinna að gera hér og við erum líka með okkar net hérna á Íslandi og tölvurnar okkar eru hér á Íslandi. Svo sterkustu tengslin eru við Noregi og Ísland sem er bara eins og ég. Þú ert náttúrulega Íslendingur og svo ertu normaður og það er þar maður að segja að vafrinn sé þá norsk-íslenskur. Já, ég held að það sé, ég meina ég líti á þannig að þetta er svona blanda hjá okkur og alveg eins og ég er fæddur og alveg upp á Íslandi svo ég er með íslenskan pass og ekki norskan en auðvitað búið í Noregi í mörg ár og byggðu auðvitað óperu þar og er þannig sé að byggja upp Vivaldi að mörguleiti þar en líka hér. Já. Hvað 3,5 milljónir er það ekki notenda í dag? Já, við erum með nálgast 4 núna. Já, það er nálgast 4. Já. Og það er verið talsverð aukning einmitt í Evrópu. Já. Við 3-földum í Danmörku einhverju hluta vegna. Já. Sem dæmi, bara á síðast ári.
og tvöföldum í Noregi og mörgum löndum í Evrópu eru að vaksa svona 50-100% í fyrra. Já. Og það semst augljóst að fólk að leita sér að lausnum. Það búið að fá nóg af þessum stór fyrirtækjum sem að safna alltaf að gögnum og svo þetta sjá þau hvernig þessi fyrirtæki eru kannski að taka ákvarðanir sem þeir ekki líkar og líka bara það er ekki tími til komin að velja eitthvað annað en þessi, þú veist, á alltaf að velja einföldustu lausnina. Það sé eitthvað sem þarna. Vil ekki fólk prófa eitthvað nýtt og það er það sem við erum að sjá að fólk vil prófa eitthvað nýtt og er að leita til okkar. Hvernig er þá í rauninni maður sem með Google? Hversu auðvelt fyrir hann að fara yfir á Vívaldi? Það er bara að hlaða niður sko. Það er bara að hlaða niður, en hvað hann til með skíin eru þarna, það er margir sem nota myndir og svona, eru með Google drifið, eru þið með það líka þá? Sko, þú getur auðvitað haldið áfram nota mikið af þeim lausnum með Vívaldi ef það er það sem þú vilt. Þannig að við erum ekkert endilega að bjóða alla lausnum þess að þessi fyrirtæki er að bjóða. En það finnast aðra lausnir, svo ef maður vill fara frá þeim. Ég notað Vívaldi en verið áfram með Google drifið. Það er alveg hægt. Þú getur tekið fyrsta skrefið með að skiptum vafra og svo getur þú smátt og smátt verið að skiptum þjónustur og það er ekkert endilega tengt saman. Þú þarft ekki að gera allt á sama tíma. Það er alveg svo, ég meina, þú getur líka ákveðið að fara að skiptum stýrikerfi og eitthvað svona. Það fleiri og fleiri sem eru líka að kíkja á hluti eins og Linux og svo framvegis. Hvað til dæmis eru núna margir sem eiga í Vívaldi? Þú ert með starfsmenn í þessu eitthvað, er það ekki? Já, þú veist, allir starfsmenn, þannig að við erum eitthvað, allir við séum svona 60-70 mann sem eru þá líka hlutafar. Já, sko, við erum rétt undir 60 starfsmenn, en svo eru þetta einhverju starfsmenn sem hafa hætt en þeir hafa haldið sínum bréfum líka. Þannig að allir starfsmenn eiga hluti fyrirtæki. Er einhverju sem voru í óperu sem að eiga, fyrir þetta því náttúrulega, sem að eiga núna hluti í Vívaldi? Já, ég meina það talsvert okkar starfsmennu sem komu frá óperu, en það er eðlilegt þegar maður er að byggja vafra að við byggjum það á þeirri kunnáttu sem við höfðum frá óperu. Talum við menn sem hafa málað áður, getur við í lóðað? Já, þú veist, það er svona, einn af starfsmennum sem er að vinna hjá okkur, hann kom mjög fljótt yfir þegar við byrjuðum með Vívaldi. Hann réðu við í óperu 1997. Já, þá sérðu það. Svo hann er búin að vera næstum því allan tíman frá byrjun í óperu og í Vívaldi sem eru auðvitað bara frábært og það eru fleiri aðrir með sem hafa verið með þetta lengi líka. Þú áttu náttúrulega ekki vonaði að þú seldur óperu og myndir stopna aftur vafraðir. Nei, sko hugsunum mín var að ég auðvitað flutti til Bandaríkjanna og hugsunum var alls ekki að ég ætta það er bara að fara svona í helgan steini sem menn segja, bara að vera fjárfestir eða Ég var að prófa mismunandi hluti. Ég var svona að hugsa hvað ég ætti að gera einhvern veginn þegar ég var í stór, það var svona hugsunin. Og ég fyrir svona þarna yfir, ég var að spá í hvort ég ætti að fara í skóla, þú veist, fara á MIT, taka doktorgráðu eitthvað svona, fara á Harvard, ég var að spá í þessu, hvort ég ætti að vera fjárfestir, ég meina ég er aldrei fjárfestir líka. Í nokkurum fyrirtækjum. En svo einhvern veginn þegar ópera fór í þessa aðra átt þau fóru að gera hluti sem ég var ekki ánægður með og það var augljóst og það var átti ekkert að fara að breytast þegar við vorum að fara í allt aðra átt en það sem ég vildi þá varði ég að byggja Vívaldi. Já, en þeir nefnilega sko þegar þú selur að þá er ópera ennþá til sem vafri eða hvað? Já, ópera er ennþá til í dag. Já, en maður heyrir svo lítið af hann eða hvað? Já, þú veist, það er nú talsvert að fólki ennþá að nota óperu á Íslandi og það er allir að koma yfir í Vívaldi og ópera er með talsvert að notendum en þú veist, það toppaði svona rétt eftir að ég fór sko. Og í 2013, þess 2 árum eftir að ég hætti fullkomlega í óperu þá náði ég 350 miljónum notendum. Já, þeir gerðu það. Já, og þeir eru eitthvað undir 300 í dag, sem auðvitað þýðir að þeirra markaðshlutdeild hefur dottið niður mikið, þá, þú veist, þegar ég var stjóri óperu þá voru við stærstir í Afríku, stærstir í Indlandi, stærstir í mörgum löndum í Evrópu og vorum auðvitað talsvert stóri svona yfir höfuð. En semst staðan hefur orðið að ópera hefur fengið minn og minni markaðshlutdeild þó þeir eigin og ennþá talsvert margar notendur. Já. En það er náttúrulega persónuverðin, það hefur verið svona þín ær og kýr, segðu okkur aðeins frá það. Það er svona hluta þessu, það er þetta margt, við auðvitað búið til mjög öflugan vafra, en hluta þessu er auðvitað og okkur finnst að það ekki verið að safna gögnum okkur.
að það sé verið að safna mikið af gögnum. Google og Microsoft gera það. Og fleiri aðrir. Og þetta gengur út á að safna gögnum sem svo nýtt á mismunandi hátt og ég auðvitað hræddur sérstaklega þegar nýtt eins og til dæmis pólitískt. Að það sé verið að nota gögnum hvað við erum að gera á neti til þess að svo hafa áhrif á okkur, setja okkur í hópa og svo framvegis. Það hægt að sjá það nákvæmlega hvað maður að gera á netinu. Það bara þannig. Já. Þeir fylgjast með manni, hvað þetta snertir. Já, og kannski allra verst að þetta er svona social media dæmi, það sem er einmitt verið að líta á hvað fólk er að skrifa, eða eiginlega bara hvað fólk er að stoppa og horfa á. Ég segi það að þú varst ekki að tala um það hérna rétt áðan að menn væri að taka skjárskot það er svona annað mál. Það gervigreindin sem við erum hérna að tala um þá? Það er hluta gervigreindin, en þetta er það er mjög tengt saman. Ef það er gervigreind, þá er spurning, akkur er þetta að fá mjög dýra þjónustu kannski ókeypis? Já. Og til dæmis hverju þú veist, Microsoft er komið með eitthvað sem heitir Copilot og langt flesti viti ekki hvað gengur inn í það, þú veist, ef þú ert með einhver sem á að hjálpa þér að taka ákvarðanir eða hjálpa þér með hluti, þá þurfa þér að safna gögnum allt það sem þú ert að gera. Nú, hluta þessu er eitthvað sem heitir recall og recall sem tekur mynd af skerminum á 5 sekúndna fresti. Nú, þetta er eitthvað sem þeir höfðu þetta á í byrjun og svo slöktuður á þessu og svo núna er þetta opt-in sem þú verður að kveikja á þessu en Microsoft stundum daldi með þetta að kveikja á hlutum og þú hefur ekki kveikti eiginlega á þessu ég var nú eiginlega ekki að hugsa það en svo hefur þú kveikt á því en semst hugmyndið þarna er að þú ætti ekki að spóla tilbaka og sé hvað þú hefur verið að gera á tölvunni en langar þér til að geta séð á skernum hvað þú varst að gera á tölvunni? Viltu að einhver annar sem láni tölvunina geti hugsanlega séð hvað þú hefur verið að gera á tölvunni? Er það eitthvað sem fólki eiginlega langar til að fá? Ég hef hitt mjög fáa sem finnst þetta vera eitthvað sem þið vilja nota. Auðvitað, ég get alveg séð að einhver tíman fyrir einhvern gæti þetta verið nýtsamt en ég held í 99% tilfellum þá er þetta bara, það verið að safna gögnum allt það sem ég geri og meiri sér taka mynda því. Taka mynda því, sko. Já. Er það eitthvað sem fólk vil? Ég segi það, já. Segðu mér með gervigreindin almennt, hvernig metur þú hana í heiminum í dag? Sko, ég líti eiginlega á þetta sem, þú veist, þetta er svona blandað, ef ég á að segja eins og er. Já. Hún bæði nýtsum en hún getur verið skaðleg. Já, og kannski meira skaðleg en nýtsum. Já, fara þessi við það. Já, það er auðvitað hluta þessu, við erum auðvitað að sjá hvað gervigreindi mjög góð til. Já. Það er að búa til rusl. Já, ég meina við förum til dæmis kannski með fólk fer á Facebook. Hvað langaði til að sjá? Hluti sem viniðni gera eða gervigreindar sem er eitthvað sem er að hellast í mann, sem er að hellast í. Er það eitthvað sem fólk vil? Nú er það þannig, nú erum við að fá kannski meiri og meiri svona svindlposta og þeir eru betur. Þeir eru nú kannski skrifaðar á íslensku. Já, og af gervigreind. Já, þannig að gervigreind er nýtt mikið í svona. Þannig að mikið af því sem er verið að nýta gervigreind til er ekkit aðeinslega. Ég meina, lætin sem eru kringum X núna, það sem er boðið upp á einhverja þjónustað sem þú tekið myndir af einhverju fólki og fjarlagt fötu þeirra. Já, heyrðu. Og ég meina, það er verið að rannsaka þetta núna eins og Bretlandi og Evrópu og eitthvað svona. Er þetta þá forrit sem að náttúrulega bara er að vinna? Þetta er bara gervigreindin. Ég bara tek mynda þér. Já, og ég það er bara gervigreindin afklæði mig þá. Já, og lætuðu líta út eins og þú sért eitthvað perri. Ég meina, þú veist, auðvitað hefur verið að nýta þetta kannski meira á konur sem er ekki betra. Og þetta er auðvitað, þú veist, eins og með X, þeir buðu upp á þetta og allir gáttu nýtt sér þetta. Og svo allt í hennu gerðu þau þannig að bara þeir sem borguðu gáttu nota þetta. Það sér það. Já, þá erum við að selja þessa tjónus að geta fjarlagt föt af fólki. Já. Og ég meina, þetta er bara auðvitað, það er hægt að nota gervigreind til mikils og sumt að því er nýtsamt. En vandamálega mikið af því sem við erum að sjá, sem er verið að nýta, er hvorki nýtsamt né gott á neitt hátt. Og þetta er bara, má ekki bara reyna að hugsa, hvernig var nýta þessa tækni sem er athyglisverð á einhvern hátt sem hún er að hjálpa okkur í staðin fyrir að vera bara eyðileggja, samfélagið á margan hátt. Ég meina, það er ekkit eðlilegt að það sé verið að taka bara myndir af fólki og fjarlægi fötum þeirra. Það er heldur ekkit eðlilegt að taka mynd af einhverjum og setja þá býtu, hvort sem það væri, þú tekur mynda einhverjum og svo býrðu til mynd það sem er að vera að setja hann í fangelsi eða vera skjótan eða þú veist. Og fólk heldur þetta sé bara raunveruleiki. Fólk heldur þetta sé raunveruleiki. Hvernig eru þið öðruvísi heldur en Google?
Sko mikið af þessu gengur út á við erum þetta með miklu meira fítusa. Svo erum við ekki að safna gögnum. Við erum ekki að safna gögnum og það er athyglisvert að það er svo mikið af því sem fólk er ánægt með það sem við erum ekki að gera. Já, það er svolítið skemmt. Þú veist, ok, við erum ekki að safna gögnum við erum semst ekki byggt inn Já. Og semst, jú, margir eru hrifnir að við erum Evrópubúar og vilja nota evrópsk forrit. En semst ekki big tech en þar auki eru þetta með meiri fítusa en allir aðrir og alls konar tækni sem hægt að nýta sér. Ekki big tech. Já. Ekki, það orðið eitthvað slagorðið eða hvað? Já, þetta eins og fyrir okkur og fyrir aðra. Það eru bara mjög margir óanaðir með hvað big tech er að gera. Já. Og hluta þessu kannski fyrir suma, það er þessi mynd sem er tekin þegar Trump er að verða forseti með stóru fyrirtækin þarna fyrir aftan. Það er mitt. Og þetta ekki minnst fyrir fólk í Evrópu sem er að sjá þetta, að það er verið að, allt í unni verið að krefja Grænlands og það verið að segja Evrópa sé svona og svona og svona. Jú, það er svona verið. Það er að segja að maður hafi eitthvað demokratísk vandamál í Evrópu eða eitthvað svona sem ég held að sé algjörlega bara rugla sem hefur verið að segja þarna. Þannig að margan hátt verið að ráðast á Evrópu á þennan hátt og þetta gerur þetta verkum að fólk er að hugsa sig hvað það vill og ég get alveg sagt að fyrir þá sem búa í Bandaríkjunum heldur ekki hrifnir að því sem er í gangi. Ef þú spyrir langflesta Bandaríkjamenn, viltu að það sé verið hóta Danmörk út af Grænlandi? Já. Langflesti segja nei. Já. Förum aðeins yfir í að þið hafa verið að líka að þróa afran inn í bíla. Já. Segðu mér aðeins frá því. Þetta með sem maður ætlar að kaupa sér Benz eða eitthvað. Já, þú veist, þetta er sérstaklega skemmtilegt með Benz því að þar eru við byggðir inn. Já, þar eru þið, og í Pólar er það ekki líka? Sko, í Benz þá er það þannig að við erum í bílunum þegar þú fær bílinn. Já. Í langflestum öðrum tilfellum, eins og Polestar og Volvo og Renault og svo framvegis, þá hleiður okkur niður. Þá þarf ég að það er svolítið. Það er þannig, en þú veist, meira og meira áhugi fyrir þessu. Það er augljóst að við erum ennþá langt á undan öllum öðrum. Við erum ennþá einasti vafrinn sem er tilbúin á þessum Android Automotive kerfum. Já. Google er með beta-útgáfu sem þeir hafa haft í nokkur ár, en þeir hafa ekki komið endalega útgáfu. Svo við erum vafrinn, þannig að við erum einasti vafrinn. Þú vilt nota sama vafra í bílnum þínum, símanum þínum og á pjesanum þínum. Þá er það nota Vivaldi. Þá er það Vivaldi. Það er bara svo. Hvað tekjurnar, hvaðan koma þær? Tekjurnar koma frá leitavélasamningum og svo líka erum við ákveðin bókamerki þar sem við fáum einhverja prósentur. Og við erum sérst með samninga við minni leitavélar eins og Startpage, Ecosia, Quant, DuckDuckGo. Og þetta, svo við erum ekki með samninga við Google og Microsoft. Nei, og er það viljandi? Hvað við segjum? Ekki bæði gagnrýnt og svo samninga? Jú, þannig séð, þá hefðu við geta gert það, en við erum ekki með samninga við það og það má svona segja eins og, ég held að margan hátt þá vilji þessi fyrirtæki ekki að við vöxum og það þess vegna þá fengum við ekki samning við Google í byrjun. Og tekjurna fyrir alla hina stóru vafrana er mikið til komna frá Google. Þú veist, Mozilla er með einhver $500 million í tekjur frá Google á ári. Þú ert að tala miklu hærri upphæðir sem svo Apple fær, þannig að það hefur verið umræði kringum þetta. Við vorum með óbeinan samning við Microsoft, ekki beinan, sem var svo kastað. En ég er bara að segja eins og ok, við erum bara mjög ánægir þá geta verið að íta þessum litlu og ég er ekkit endilega vissum að við myndum taka neina samning ef hann kæmi í dag. Staðan er einhvern veginn orðin þannig. Við erum að gera góða hluti með þessum litlu fyrirtækjum og það eru þetta skemmtilegt að þetta eru þá gjarnan fyrirtæki sem eru mikið að gera það sama og við að þeir vil ekki safna gögnum heldur. Svo þetta eru góðir aðlir að vinna með og mörg af þessum fyrirtækjum það eru ekki evrópsk, ekki öll og það er ekki þannig að við teljum að maður eigi bara að vinna með evrópskum fyrirtækjum eða við vinnum öllum og mikið af góðum fyrirtækjum sem eru líki Bandaríkjunum og sem, eins og DuckDuckGo sem eru ágætis fyrirtæki sem við vinnum með. Það eru gerða kannanir vinsældir vafra. Hvernig hefur Vivaldi komið út í því?
Sko, við erum, það sem er svo ótrúlegt að þegar við gerum kannanir þá komum við gætna mjög vel út með við hvað við erum eiginlega ekki með það marga notendur. Ég sé það, þið eru að skora með hátt með við hvað eru marga notendur. Já, það er aldrei svona, bara fólk sem nota Vivaldi, þeir hafa testað allar af aðra og finnst við bestir. Er þetta vafrið fyrir nörda? Þetta er vafrið fyrir alla. Auðvitað, því meira sem ert á netinu, því meira getur nýtt á möguleika sem er yfir. Já, en þú þarft auðvitað ekki að nota þetta allt, þú bara nota það sem þú vilt nota og augljóslega er það þannig, alltaf er það þannig, þú skiptur frá einu til annars, þá þarft að læra aðeins smáeins nýtt, en það ætti ekki að taka þessu langa tíma. Eru þið hraðvirkari? Sko, Sneggri að vafra á netunum með Vivaldi? Sko, mikið af kjarnanum er svo sami eins og þú veist, við erum að nota Chromium kjarnan. Það er venjulega það að sína síður munt ekki endilega sjá sérstaklega mikið mun á. En þú munt vinna hraðar því að við gerum það verkum að það er einfaldra að vinna til dæmis með ótrúlega mikið af flipum. Þú veist, ég til dæmis svona 400-500 flipa opna á hverjum tíma. Þegar ég opna vafran þá við erum eitthvað koncept sem heitir Workspace. Það sem við skiptum, þannig sé skipta á milli svona workspace, það sem ég seti, ok, þetta er vinnu eða fyrir einhverja rannsókn sem ég er að gera eða einhverja ferð sem ég er að ferða, þá búi ég til eigin hóp af flipum fyrir það og svo erum við erum semst með öðruvís hópa þarna líka, svona stacks, svo þetta gera verkum að þú getur unnið með miklu meira, þú getur líka sett upp flipana hlið við hlið. Þannig að þú getur búið til þess smá dashboard. Já, þannig ég get séð ímislegt á sama tíma á skjánum. Já. Ég get svona splitt skjár þá. Já, og kannski ekki bara, ef þú ert með stóran skjerm, þá getur þú þess vegna leftir að hafa 4, 5, 6, 7 flipa samtímis á skjerminum, til dæmis að fylgjast með tölum sem eru að koma inn að markaði eitthvað svoleiðis, þá getur þú sett upp kannski 6, 7 flipa sem fylgjast með mismöndu markaði. Er Vivaldi í Asíu, er það vinsandi í Asíu, til dæmis í Japan? Já, við erum stóri í Japan, það er okkar næst stærsti markaður, sko, stærst er Bandaríkin. Þið eru stærstir í Bandaríkin? Vivaldi, já. Já, það er flesta notendur þar, svo kemur Japan og svo kemur þetta mörg Evrópslönd, þannig að Evrópa er okkar stærsti markaður eða þú lítur á álfu. Já, álfu. En segðu mér annað hérna, já, það er þetta með tekjurnar, sérðu þær vaksa þá á næstu árum eða hvernig? Já, það voru að vaksa talsvert í fyrra. Já. Og þannig að það hefur verið að þróast á góðan hátt og svo bara vonum við að það halda áfram í ár, eins og ég sagði, það er aldrei sérstök staða núna að það eru margir að koma til okkar, einmitt út af þessu að við erum semst evróski vafrinn, út af því að við erum ekki að þvinga eitthvað gervigreinda fólk. Já, ég segi það. Út af því að við erum ekki að safna gögnum og þess vegna kemur fólk til okkar út af því og svo prófaða hlutum og býtu, herðu, það er fullt af hlutum hérna sem eru æðislegir, hvort sem það sé að þá geta tekið mynd, þá tekur þú mynd að einhver á skermunum eða hvort þú einmitt þetta geta notað marga flipa samtímis á einfaldan hátt eða aðra ástæður. Heyrðu, þetta er bara glæsilegt, ég held að við sem bara komnir með þetta svona meira og minna, það er hérna að þú ætlar að vera lengi hérna á landinu núna í þetta skipti. Sko ég er búin að vera 3 vikur, þannig ég er að fara á morgun. Já, þú ert að fara á morgun, þannig að við einmitt, þegar ég hafði samband við þig, þá bara rétt einmitt náði ég í þig áður nú yfirgefa landið. Og hvert ferðu þá heim til Bandaríkjanna? Ég er að fara til Bandaríkjanna. Það er Magnolia, eða ekki? Hvar býr það? Já, Magnolia, þetta er fyrir norðan Boston, þetta er þetta stysta flugið til Bandaríkjanna. Stysta flugið til Bandaríkjanna. Og þetta er þetta svæðið það sem er með MIT og Harvard og fullt af flottum skólum og mikla sögu. Þannig að þetta er góðu staður að heimsækjenda, margir sem fljúa frá Íslandi til Boston. Já, það er líka kannski að fljúa þá sem milliflug kannski, eða þú ert að leiðin eitthvað annað sem dæmis. Já, það auðvitað gerist líka. Tímann held ég að, ég hef farið, þegar ég fór til Los Angeles, þá veit ég að ég farið gegnum Boston. Sko. Já, ég held að það sé áræðanlega bara venjulegt og það er auðvitað flott að gera það á þann hátt. Heyrðu, glæsilegt, gaman að fá því þáttinn og bara góða ferð til Bandaríkjanna heim á morgun. Já, takk fyrir það. Kæra þakkir. Takk. Sömuleiðis.